Allt klárt. KR Breiðablik, Pepsi Max-deild karla, 7. umferð. Og hér flautar dómari leiksins Einar Ingi til leiks. Kristinn Jónsson lyftur honum hérna fram á við. Einar skallar hann í áttina að Atla Sigurjóns sem að fær utanlaupi frá Kenny Chopard, fer þá á vinstri fótinn, leggur hann tilbaka á Finn Orra. Bræður munu berjast hér, Finnur Orri og Viktor Örn að sjálfsögðu bræður. Hún leikur saman með Blikum. Atli stekkur hérna á vinstri með sendingun á teginn. Damir lætur hann fara og endar í fanginu á Antoni Ara. Með fljótra kastunum hérna á Oliver sem að setur hann út til hægri á Viktor Örn. Viktor að upplægi svona meira hafsend heldur en bakvörður, hefur þó spilað margoft bakvörð. Gerði það meðans þegar hann var í láni á Þrótti. Stefán Geir keyrir af stað. Stefán, ofboðslega kraftmikill strákur og kemur með sendingunni inn á teginn. Kristján Flóki lætur hann fara. Atli Sigurjóns hittir boltan ekki vel og skot hans fram hjá markinu. KR-ingarnir ógnar strax hér. Stefán Árni gerði vel. Kristján Flóki lét hann fara þarna og Atli tók snertingu áður en hann fór í skotið og náði ekki að stilla miðið alveg. Hér hins vegar Brynjólfur. Brynjólfur lítur upp og þessi sending full kraftmikil hjá Brynjóli Vilhelmssyni. Kenny Chopard ætti nú að halda þess inn og gerir það. Arnór Sveinn baka á beiti sem að þrumar hann fram. Pablo reynir að taka niður, gengur ekki, en Stefán kemst fram fyrir Viktor. Stefán komur á ferðina, nálgast þetta teginn. Stefán hótar skotinu, ennþá með hann á hægri, fer inn á teginn, fer síðan á vinstri og setur hann út fyrir og skorar hér fyrir KR-inga. Þvílík draumabyrjun fyrir Stefán Árna Geirsson hér í byrjunarliðinu í kvöld hjá KR-ingum og hann bara fær boltan hér nánast á miðjunni, keyrir upp völlinn, leikur á mann og annan áður en að snýra með vinstri fætinum í fjærhornið. KR 1, Breiðablik 0 staðan hér í Vesturbænum. Stefán Árni Geirsson sem að verður tvítugur á þessu ári gerir þetta meistarlega vel. Þurfti ekkert að rífa netið, vissi að hann var að setja bara út fyrir Antonara í fjærhornið og mark. Þessi deild markasjúk, það bara þannig. Hvernig bregðast Blika við þessu? Damir lyftur honum hér út til vinstri og Einar. Ekki á Einar heldur Davíð bróðir hans. Davíð kemur með sendinguna á Viktor Karl. Viktor í fyrirgefastöðu, kemur boltaninn á teginn hérna en Arnór Sveinn komur sér í burtu. Og þá Davíð. Einar bróðir hans situr á bekknum hjá Val en Valur með Stjörnuna í heimsókn á Hlíðarenda. Við fylgjumst með því sem gerist þar. Að sjálfsögðu eins og í öðrum leikjum. Það veisla á þessu mánudagskvöldi. Þetta bara eins og mánudagar eiga að vera. Staðan ennþá 1-1 hjá KA og Fjölni fyrir norðan. Sá leikur hófst klukkan 18:00. En síðan eru FH og Fylkir sömuleiðis það eigast við. Kenny, Atli finnur ekki samherja. Oliver leggur hann til hliðar, Andri Jómann í fyrsta og Viktor Karl. Viktor stendur þetta af sér og leggur hann tilbaka á Davíð. Og Damir lyftur hann mér fram. Pálmi í fyrsta á Pablo, tekur vel á móti honum, lyftur hann síðan hérna inn fyrir en skalla frá af Damir. Smá skallatennis á hann. Aron Bjarki smellir hann með út í vinstri, þetta aðeins og langt fyrir Kristinn. Skemmtileg tilraun. Enga síður hjá Húsvíkingnum. Pablo kemur í pressu á Anton. Anton setur hann á Viktor og hann missir hann út fyrir hérna. Gerir Höskuldur vel. Kemur setur hann fram á Brynjólf og Brynjólf fellur hérna við. Aukaspyrna dæmda á Pálma. Alla jafna þegar maður sér KR-lið spila þá Arnór Ingi svona djúpur á miðinu og Pálmi fær svona aðeins að fara en Pálmi þurfist vera maðurinn sem á að sitja í dag og Finnur Orri svona 8 meðan að Pablo er svona fremst í miðjumaðurinn.
Þessi fyrir yfir Kenny og dettur fyrir Viktor Karl. Viktor Karl getur keyrt hérna á Arnór og gerir það. Þessi sending aðeins á föstu eða hvað. Brynjólfur nær ekki að halda þessu inn á. Viktor Karl komin í þannig stöðu að bara hóta skotinu, fara í skotið. Það er komin hann ágætis hjálpavörn. Sá ekki hvort það var Finnur Orri eða Pablo sem voru mættir hann tilbaka til þess að aðstofa Arnór Svein. Þessi spilna frá Beiti er beint út af. Davíð og Atli brýtur á honum. Þessi sending hjá Davíð gengur ekki, Finnur Orri keyrir af stað, kemur með sendingunni upp í hornið. En Damir spilar þarna góðan varnarleik, kemur sér í góða stöðu þarna og undan Kristjáni Flóka í boltan. Anton kemur nú síðan á Andra Jómann. Og Viktor Örn, þessi sendingi á honum gengur ekki, fann reyndar bróður sinn. Kenny með fína sendingu upp í horni, gott hlaup frá Atla. Atli kemur með sendingunni hérna á fjær en það er engi káningu. Kristján Flóki var eini samherjinn á teiknum en hér missir Viktor boltan aftur fyrir endamörk og þetta er hornspyrna. Aðeins erfiðar upphafsmínútur fyrir Viktor Örn Margeirsson. Stóð rangt þarna á Stefán Árna í markinu þegar Stefán Árni vann boltan rétt við miðlínu. Atli og Stefán Árni standa hérna yfir netinum. Það er eftir hætti við að taka stutt. Og Atli ætlar bara að snúa hann hérna út í teginn. Eða hvað, hann er ekki miklu loft á hann. Kenny Choppart hittir hann bara ekki hérna. Fekk bara braut til þess að hlaupa á hann á nærsvæði. Viktor Örn kemur með hann fram á við. Setur hann fram hér en Arnór Sveinn hittir hann ekki vel. Boltinn snýst hérna út fyrir. Já, innkast sem að gestirnir eiga. Kæruleysi hérna hjá Oliver og Stefán mjög duglegur og það er broti á honum hér þegar hann gefur boltan frá sér. Kenny leggur á stað hérna upp hægri kanti, kemur með setningun á teginn en Damir setur þetta í burtu og út fyrir. Finnur Orri, först sending á fjær, Pablo! Já, þetta er 2-0! Pablo Punier að koma KR-ingum í 2-0 hér þegar 8,5 mínúta er liðin af þessum leik. Fekk sendinguna frá Finnur Orra Margeirssyni á fjær, setta niður í grassi, skoppaði yfir Anton Ara í fjærhornið. Þrátt fyrir að Anton Ari næði aðeins að flæma hönd í knöttin, þá dugði það bara ekki til. Sjáum þetta aftur hérna, setur hann niður í grasið, yfir Anton Ara sem ræða snertan. Damir var að reyna að bjarga á línu, gekk ekki heldur. KR 2, Breiðablik 0. Ótrúlegar uppáhaldsmínútur hér. Og Finnur alltaf að setja hann á Atla, gekk ekki. Viktor Karl rennur hann fram á Brynjól. Brynjólfur nær að snúa. Þarf að færa sig hann boltan yfir til hægri og gerir það. Þar er Höskuldur. Höskuldur leggur hann fyrir sig. Höskuldur með sendingunni inn á teginn og Arnór Sveinn skallar hann í burtu. Atli framlengir og skallar hann lengra í burtu. Viktor og Oliver og hér er þetta enda aukaspyrna. Það leit nú út fyrir að Viktor Örn hefði hreinlega farið í Oliver en Einar dómari líklega
dæmt á Kristján Flóka fyrir að ýta aðeins þarna í Oliver. Oliver fann alveg fyrir þessu. Oliver staðinn upp. Tekur mikið af þessum spyrnum fyrir Blika og hefur gert frá því að hann kom upp í meistaraflokk félagsins. Davíð Ingvars sömuleiðis þarna, en það Oliver sem að lyftir þessu hér inn á teiginn og þetta fór í pálma og síðan það Atli sem að kemur þessu í burtu á Kristinn sem að tekur hann niður á grassið. Kristinn rennur honum að Pablo og Kristinn heldur hlaupin áfram. Pablo kemur með sendinguna en Oliver er búinn að lesa þetta en Oliver missir síðan knöttinn út fyrir. Pablo og Kristinn. Pablo farin aftur með Stefán með sér og Stefán lítur hérna upp og kemur inn á völlinn. Færi hann síðan yfir til hægri þar sem að Kenny Choppart kemur með hlaupið. Kenny Choppart í góðri fyrirgjáðastöðu. Choppart lyftir honum inn á teiginn og þetta ekki vítaspyrna eða hvað? Þetta virtist hreinlega bara að vera hrinding í baki. Stefán Árni Geirsson var bara að fara að skalla þennan inn af 2 metra færi. Sjáum þetta aftur hér. Andri Rafn Jómann virðist bara ýta á bakið þarna á Stefáni en sleppur með það. Einar dómari sá ekkert athugavert við þetta. KR heldur áfram að sækja. Finnur Orri. Kenny Choppart kemur aftur upp hægra megin. Sama uppskrift. Nema hann fyrir á vinstri fótinn núna. Laumar hann Atla. Atli aftur á Kenny Choppart. Núna er sama uppskrift eða hvað skalla frá af Danir. Og hér kemur Viktor Karl. Finnur Orri vinnur hann og Brynjólfur síðan tæklar boltar hann fram völlinn. En hér er hins vegar búið að flagga rangstöðu á Kristján Flóka. Elvar Freyr óð síðan hann yfir hann í kjölfarið. Viktor með sendinguna fram en hún er á löng fyrir Thomas Mikkelsen, 6 marka maður á þessari leiktíð sá danski. En við sjóðandi fyrir framann marka andstæðingarna. Beitir lyftur hann fram, Atli Sigurjóns vinnur skallan hana. Danir setur hann síðan á Höskuld. Höskuldur snýr inn á völlinn og með sendur í fætur á Viktor Karli. Viktor keyrir af stað og Viktor hoppar hann upp úr tæklingunni, fellur síðan við en síðan er dæmt aukaspyrna líklega á Pálma Rapp. Pálmi þannig hleypur á Viktor og dæmdur brotlegur. Oliver Sigurjónsson er kallaður hérna á fund með Óskari þjálfara Blika og fer hann yfir 2-3 mál sem að þurfti að adressa. Davíð, þetta er hins vegar allt og nálægt marki og þetta er æfingabolti fyrir Beiti Ólafsson. Fljótur að kasta hann út á Finn Orra sem að keyrir af stað. Finnur á Stefán. Stefán dansar hérna, frábær limaburður. Sendingin ekki jafn frábær, setur hann hana út fyrir. Og hér er Oliver að koma einhverjum skilabóðum til Höskuldar og Höskuldur færi sig hérna yfir á vinstri kantinn hérna þegar að 14 mínútur eru liðnar þessum leik og Viktor Karl komin út til hægra megin. Kristján Flóki og Elvar í baráttunni
Brynjólfur og Mikkelsen fellur hérna við og hér dæmd aukaspyrna á Arnór Svein. Komur að taka spyrnuna. Hér Höskuldur, kemur inn á völlin og Höskuldur fellur síðan hérna við. Hér Finnur Orri dæmdur brotlegur. Blikar að fá hérna fjölmargar aukaspyrnur inn á vallarhelmingi KR-inga. Svipum stað og rétt áðan þá lyfti Davíð Ingvarsson boltanum þarna inn á teginn, bara hreinlega í fangið á Beiti. Sjáum hvað þið gera hér. KR-ingar halda línunni mjög framalega. Hér eru einhver ólæti og Viktor Örn og Kenny Choppart þarna eru að rúmlega munnhöggvast. Einar Ingi dómari stendur hérna á milli þeirra nánast, en menn hljóta hann á sáttum, þannig að þetta spila leikinn áfram. Nú kemur Einar með fasta sendingu, þessi fyrir gegnum allan pakkan á fjær. Viktor kemur hann inn á teginn, en Finnur Orri nær að skalla þetta frá. Pablo síðan framlengir. Davíð, en Stefán nær að komast fyrir og drinka sem að Blikar eiga. Kemur sendingin hér frá Oliver, en þetta þægilegt fyrir Beiti. Þetta kastið að Blikar. Stefán, Pablo og Kristinn Jónsson fyrir Bliki, eins og Finnur Orri og Arnór Sveinn. Kenny Choppart. Enginn að leikunum Blika, hins vegar leikið í KR-treyju. Nema þá Gunnlaugur Gunnlaugsson sem situr á varamannabekknum. Þetta fyrir yfir í Davíð, en það hins vegar rángstað hér á Finn Orra. Líklega verið í tæpara lagi, en treystum aðstæðadómarunum fyrir þessu. Blikar spila hér út úr öftustu línu. Höskuldur og þá Oliver lyftur honum með yfir alla. Arnór Sveinn mættur og þetta er einhvað sem að Blikar eiga. Pálmi kemst á milli og síðan er Pálmi aftur hérna með sendinguna á Kristján Flóke, en flækist í Flóka boltinn þarna sem að var til þess að Damir gat senda hann tilbaka. Oliver í fyrsta, frábær sending upp í hornið á Viktor Karl. Tveir inn á tegnum. Viktor keyrir hins vegar hérna á Aron og fer sjálfur, en þá mætir Arnór Sveinn Aðalsteinsson og setur þetta út fyrir. Já, frábær sókn hjá Blikunum þarna. Viktor Örn, en beint á Pablo. Pablo dansar hérna aðeins með hann og lyftir hún síðan fram. Kristján Flóki eldir Damir hins vegar. Nara komast í boltan á undan honum og boltinn tilbaka á Anton Ara. Hann rennur á vinstri fætur á Atla. Atli ekki tekin í fyrsta þarna, en kaus að fara utan á. Atli gegn Davíð hérna 1-1. Stekkur inn á völlinn með hann á vinstri og þrumar í afturendan hérna á Damir og það er vesinn á þeim. En Blikarnir ná að losa úr þessu eða hvað. Davíð rennur hann síðan hér fram á Brynjólf. En það er alls konar vandræðagangur á Blikunum að í öftustu línu. Brynjólf gerir vel, kemur honum hér á Höskuld. Höskuldur keyrir fram á við. Pálmi eltir hann. Höskuldur gefur í auka gír og reynir fyrirgjöfuna, en Pálmi kemst fyrir og Beitir hirðir þetta síðan.
Sjáum aftur hérna þegar Atli þarf að setja hann út fyrir Damir og það var mjög gott skot í uppstillingu þarna en fór í bakið á Damir. Kenny Chopard ákveður að reyna skot hér af löngu færi en þetta er aftur fyrir endamörk. Danir alltaf bjartsýnir. Damir inn í eigin vítateig, keyrir af stað Kristján Flóki, sækir á hann hérna, eltir hann og vinnur á hann boltann en er dæmdur brotlegur. Damir liggur hérna aðeins eftir en KR-ingar voru langt frá að vera ánægðir með að aukaspyrna skyldi vera dæmd. Kristján Flóki hérna stuggar aðeins við honum og vinnur boltan en fer klárlega hérna aðeins í Damir líka. og 21 mínúta liðin hér fyrir þá sem voru að koma á skjánum. Þá komust KR-ingar í 2-0 hér mjög snemma leiks. Hér er síðan dæmd aukaspyrna á Andra Rafn Jómann. Það má alveg finna og heyra að það er hiti í mönnum og konum hér í stúkunni. Og því ber bara að fagna. Þetta skiptir máli, fótbolti skiptir máli fyrir þá sem voru ekki með það á hreinu. Þessi sending hins vegar erfið hjá Finn Orra. Kenny var að vinna tilbaka, setur hann síðan tilbaka á Beiti sem að þrumar hérna fram völlin. Damir tekur hann niður, lyftir í Oliver sem að framlengir. Chopard og fellur hérna við, áfram KR með boltan. Pablo, en Pablo vissi ekki Andra Jómann hann á bakvið sig og tapaði knettinum. Það var Elvar Freyr lyftur hún fram völlin. Mikkelsen lítið komist í boltan. Kenny Chopard þrumar hún síðan hérna fram. Og Viktor og það er vandræðagangur á þeim hérna og hér er Elvar dæmdur brotlegur og það er alls konar vandræðagangur á þeim hérna í öftustu línu. Elvar Freyr Helgason dæmdur brotlegur en Viktor og Elvar hérna hreinlega opnuðu hvorur munninn og úr var bara vandræðakaka. KR-ingar eiga aukaspyrnu hérna rétt fyrir utan vítateigshorn Blika. Sleppa þarna með gult spjald. Elvar. Kenny Chopard, Atli Sigurjóns og Pablo Buniet standaði knettinum. Þetta er Atli sem tekur þetta. Kemur sendingin hérna inn á tegin og Oliver skallar þetta í burtu. Og hér er Brynjólfur. Finnur Orri sækir á honum. Brynjólfur snýr hérna og fellur við. Og ítir síðan Pablo þarna sem að féll auðveldlega í kjölfarið. Fyrstum að vera með eina myndavél hérna niðri líka. Bara við varamannaskilin. Halldór Árnason, aðstoðarmaður Óskars. Virtist vera eins og hann væri orðinn þreyttur á því að fjórðudómarinn væri bara hér á endalausu spjalli við varamannabekk KR og sótt hann eiginlega bara til þess að fá aðeins að tala við hann líka. Finnur Stefán og Stefán var að snúa hérna og losa sig frá og setur hann út á Kristján Flóki er einnig og teiknum kemur settingin á fjær. Atli kemur þangað og Atli skallar hann rétt fram hjá markinu. Atli Sigurjónsson svo nálægt í að koma KR-ingum í 3-0. Rykti að inn á tegin á fjærstungina. Kristinn Jónsson sá hann og reis þarna, næfði yfir Davíð Ingvarsson en skallinn fram hjá. Damir beint á Kenny Chopard. Blikar eru að lenda í alls konar vandræðum þetta í uppspili sínu. KR-ingarnir er að pressa vel á þá. Þannig að Kenny vinnur hornspyrnu.
En það markalaust, hann hlýðar enda og í Kaplakrika, Atli með setningunum nærsfræði, Viktor Karl skallar þetta í burtu. Nú stefnir allt í 1-1 jafntefli fyrir norðan. Brynjólfur lyftur honum hér út til hægri, áttina að Mikkelsen leggur hann tilbaka en þar Stefán Árni mættur. Hér vinna eins og blikaboltan Viktor Örn og Viktor hvað ætlar hann að gera, hann kemur setningunni á teiginn og Brynjólfur hann í baráttunni en Káringar ná að verjast þessu og síðan falla þær hér við og innkast sem að Káringar eiga. Vel sótt á Káravöllum í dag. Enda engin ástæða til annars heldur en að vera á knattspyrnuleik í kvöld. Dásendar veður, frábærar aðstæður, frábær deild. Pepsi Max-deildin ekki svikin einn. Pálmi fljótur að taka aukaspyrnuna, lyftir yfir til hægri á Kenny Chopard. Finnur Orri kemur á aðstoðar hann og fær hann. Núna Atli skýlir knetturum, kemur hún hérna á góð tækling hérna en Andri Jómann dæmdur brotlegur og fyrsta gula spjaldið kemur hér á 27. mínútu. Andri Rafn Jómann fær að líta það. Ég hefði aldrei veðjað á það. Einn heiðarlegasti maður heims. Það held ég að það verið lítið óheppinn að það. Arnór Sveinn lyftir í áttina Stefáni. Viktor Örn skallar frá. Pálmi síðan kemur hún á Kristín. Kristín lyftir hún strax inn á teginn. Þetta fyrir yfir Kristján Flóka og Davíð er inn á vítategnum. Finnur Orri sækir á honum. Davíð smellir honum hér fram og Arnór Sveinn tekur bara mótur honum. Setur hann strax fram á við á Pablo. Nú er Stefán. Stefán á jókvæmslega litlum vandræðum með að rykkja frá mönnum fljótur á fyrstu metrónum. Kristinn séð með sendingunni inn á teginn og Damir kemur þessu frá. Andri Rafn og hann setur turbunin í gang og keyrir að stað hérna Andri Rafn Jómann. Stefán reynir að halda í við hann, Andri kemur séð með sendingunni en Aron Bjarki kemst fyrir, kemur sendingin aftur frá Andra á Höskuld. Höskuldur með hann á hægri hérna fyrir skotið en þetta er nokkuð þægilegt fyrir Beiti Ólafsson. Aron Bjarki lyftur hann með það síðan fram og Kristján Flóki í baráttunni við Elvar, einhver sem að KR-ingar eiga. Kastar á Stefán, Kristinn fær hann síðan aftur, kemur inn á völlin en það snýr aftur út á vinstri, fer út fyrir og í baráttunni við Viktor og hér er þetta aukaspyrna á Viktor. Einar Ingi dómari hérna að stilla Viktori Karli upp í vegginn. Kristján Flóki á nærsvæðinu, Aron Bjarki og Pálmi Rafn. Húsvíkingarnir síðan hann á fjarsvæðinu, Kenny Chopard, sá danski. Kemur sér síðan hann inn í pakkan. Pablo með fasta setningunni á teginn og Pálmi að í baráttunni hrekkur út fyrir og þar er Finnur Orri. Kristinn Pablo. Kristinn kemur strax í utanlaupi og fær sendinguna. Kristinn síðan reynir fyrirgjöfuna en fer af Viktori Karli og aftur fyrir endamörk. Hotspyrna KR.
Þeirra hálftími er liðinn. Fylkir að skora í Krikanum. Þórður Vestfirðingur að skora fyrir Fylkismenn þar. Kenny Tjófart. Föst hérna inn á miðjan teginn og Anton Ari kemur út og næra kílan hann niður í teginn. Atli Sigurjóns var reyndar ekki fjarri því að ná að skalla þetta í 8 marki. Kristinn með sendinguna fer að Viktoria út fyrir. Fljótur að taka innkastið en Oliver áttar sig á hættunni. Jóman en Kristinn Jónsson kemst fyrir. Kristinn á henni með hægri fótaskot hérna en þetta er framhjá. Já, Kristinn Jónsson verið mikill fengur fyrir Káringa eftir hann kom. Andri Rapp á Brynjólf. Brynjólfur keyrir hérna stað með mann í sér, snýr síðan tilbaka og lossi við manni með hann á vinstri og fer í skotið og þetta er fín tilraun hjá Brynjóli Vilhelmssyni en Beitir sló þennan í horn. Þurfti að hafa aðeins fyrir því en ekkert að þessu. Já, Brynjóli frumuskot þetta með vinstri fæti út við stöng. Hornspyrna sem að Blikar eiga gríðarlega mikilvægt fyrir Blika að ná hér marki í þessum fyrri hálfleik. Taka klessuhorn, 40 manns inn í markteig. Beitir hérna aðþrengdur, kemur sendingin inn á teginn, Kristján Flóki skallar þetta í burtu á nærsvæðinu. Kenny Tjófart kemur á fullir ferð þarna og fer inn í Viktor og þetta er aukaspyrna, þetta er hárrétt. Káringar hafa ekki átt í teljandi vandræðum með að leysa þessi förstu leikadri sem að Blikar hafa verið að henda í átt að þeim. Oliver með fasta sendingu inn á teginn og hér er þeirra minnka munin. Höskuldur Gunnlaugsson með frábæran skalla minnkar hér munin fyrir gestina. Fyrir liði Blika að skora fyrsta mark sitt á leiktíðinni og þetta ætti heldur betur að gefa þeim vind í seglin Blikunum. Þeirra 12 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. KR 2, Breiðablik 1. Frábær skalli hjá Höskuldi. Rís bara hann að manna hæst í teignum. Höskuldur ekki verið í neinni körfuboltahæð allt sitt líf, ekki frekar en svo sem ég tala, en gerir þetta frábærlega. Atli á Kenny. Kenny með sendinguna hérna á Stefán. Stefán með sendinguna á teginn og boltinn endar síðan hjá Antoni Ara. Já, Stefán hafði getað nýtt sér bara allt plássi sem hann hafði þarna og að keyra inn á teginn. Þá hefði einhver þurft að mæta honum og það hefði opnað eitthvað annar pláss. Það er Brynjólfur en Aron Bjarki á fullri ferð þarna. Lokar á Brynjólf. Kristinn og Stefán aftur á Kristinn, skilur 2 þarna eftir. Viktor Örn er annar þeirra. Kristinn síðan á Kristján Flóka og hann á Stefán. Stefán Árni Geirsson sem að opnaði þennan leik með frábæru marki. Strax á uppáhaldsmínútunum. Pablo og Finnur Orri. Finnur fellur hér við í baráttinu og það er dæmd aukaspyrna. Fljótur að taka aukaspyrna, setja hann strax út og Atli með sendingun inn á teginn. Og hér er það Viktor Örn sem hann er skallað upp í loftið. Damir skallar hann síðan í burtu og upp í loftið. Og gríðarleg barátta. Davíð.
Höskuldur og Höskuldur síðan tilbaka. Famir lyftir hún síðan hérna fram en einhver misskilningur. Leiklokki fyrir norðan, KA 1, Fjölnir 1 eru lokatölur á þeim bænum. Það þegar KA er komið með 3 stig, Fjölnir 2. Liðin á botni deildarinnar. Erfið sendinga þar sem að Oliver fékk. Kenny Tjófart á Kristján Flóka. Kristján Flóki lítur inn á teginn. Stefán er eini þar á nærsvæðinu en vel gert hjá Elvari Frey sem að náða að loka á þetta. Arnór Sveinn kemur hann fram á Stefán. Stefán gerir þetta vel, setur hann síðan á bakvið, Finnur Orri með frábært hlaup. Finnur Orri setur hann fyrir markið, beint í fangið á Antoni Ara, var að fá hlaup bæði frá Kristjáni Flóka og Atla Sigurjóns. En þá koma Blikar hinum megin. Pálmi Rafn stöðvar hann að Viktor Karl. Feikilegur hraði inn á milli, menn ná svona andanum eins og núna nákvæmlega. En síðan er stíi á bensíngjöfuna og allt sett á full. Liðin vel studd af stuðningsmönnum sínum sem að snögg þögnuðu síðan allt í hennu. Hér er dæmdur kastspyrna á Brynjól. Pálmi þarna notaði alla sína reynslu, steig bara fyrir Brynjól til þess að fá hann í bakið. Sjáum við færi á hann þegar að Finnur Orri setur hann nú aðeins og nálægt marki. Atli með sendinguna hérna á fjær og þessi flýgur yfir alla og aftur fyrir endamörk. Brynjólfur, hún er að bíða eftir boltanum að Kenny Tjófart kom sem bara fram fyrir. Það var Pablo með hann á vinstri. Pablo Puniet en skotið beint á Anton Ara. Atli og Kristján aftur og Atla, engin rángstað og Atli með sendinguna. Stefán hins vegar hittir hann ekki þarna. Hittir ekki boltann í dauðafæri eftir að KR-ingar splundruð vörn Blika. Andri Jómann síðan með slappa sendingu. Kristinn og þá Stefán Árni. Pablo, en Höskuldur að skalla þetta frá. Atli tekur hann niður og lyftir hún síðan skemmtilega út til vinstri á Kristinn Jónsson sem er allan tíman í heiminum. Kristinn síðan kemur með háa spyrnu sem að fer aftur fyrir endamörk. Hann hafði ómikinn tíma þarna Kristinn Jónsson. Hér eru Blikar nánast að koma sér í vandræði en leysa úr þessu. Viktor síðan hérna gleymir að taka boltan og Stefán náði honum að honum en Viktor náði honum síðan aftur að Stefáni. Og síðan er Finnur Orri brotlegur.
Káringar leys úr þessu. Kristinn Jónsson kemur hlaup inn á við núna og Kristinn nálgast teginn. Kristinn með skot en setti aðeins svo mikið undir hann þarna og smelt honum yfir markið. Sjáum bara hvað Kristinn gerir þetta hins vegar vel. Hann byrjaði nánast þarna í utanhlaupi, sá að þeir voru að lesa það, þá kom með innanhlaup á Stefán Árna sem að fann hann strax í fætur. Fjórar mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. Skiptingin frá Damir en Kristinn tekur hann strax niður og keyrir af stað fram á við. Þarf síðan að hörfa aðeins tilbaka. Setur hann í fætur á Stefáni Árna. Stefán, þessi sending gengur ekki. Oliver étur hann á, kemur með sendinguna hér í gegn en sendingin frá Oliver gengur ekki. Tómas Mikkelsen lét hann fara en það var lítið að gerast fyrir framan Tómas Mikkelsen og alla jafna lítið að gerast fyrir framan hann. Hann alla jafna fremsti maður Blika. Kristinn að velja sér félaga hérna til þess að kasta á. Kastar á í áttina Kristjáni Flóka. Kristján Flóki í mikilli baráttu en Viktor Örn gerir þetta vel. Ólafur síðan með setningun enda fram á við. Þetta erfitt fyrir Höskuld. Og síðan boltanum potaður út til hægri. Atli þarf að hafa fyrir að halda þessu inn á. Gerir það hins vegar. Dansar síðan hérna fram hjá Davíð. Atli Sigurjóns inn á teignum, potar hann út en Finnur Orri sparkar síðan hérna í Andra Rafn Jómann sem komst á undan honum í boltan og pirringur í mönnum hérna. Aftur Pablo kallinum ítt. Auka við öryggisgæsluna virðist vera. Atli fór hérna illa með Davíð Ingvarsson. Fleiri öryggisverur á leiðinni. En Blikar spila hins vegar hér í öftustu línu. Henda með því að Anton Ari lyftur honum niður út til hægri. Viktor með skallan. Aron Bjarki kemur honum á Pablo, hann tilbaka á Pálma. Pálmi með setningunni fyrir aftan. Kenny. Aron Bjarki hérna með skrítna tilraun. Hann fer beint út fyrir. Saman hvað gerist þarna. Stefán Árni kvenkaði sér eitthvað. Fljótur að taka markspyrnu og Oliver kemur hann með út til vinstri á Davíð. Davíð fer á fulla ferð en Kenny Chopard hleypur síðan hérna inn í hann og fær dæmda á sig aukaspyrnu. Hann getur ekkert þrætt þetta. Eða þrætt fyrir. Davíð með sendingunni inn á teiginn og Höskuldur nær að setja fót í klöttin þarna á beitir. Þarf að slá hann aftur fyrir Höskuldur Gunnlaugsson svo nálægt í að jafna hér fyrir Blika á síðustu sekúndum fyrri hálfleiks. Í fyrri hálfleik þar sem að Káringar hafa nú verið mun sterkari aðilinn og líklegri til að skora fleiri mörk. En Blikar eru reynilega bara að ógna hér að jafna leikinn. Davíð Ingvars
aftur lift inn á nærsvæðið og Kristján Flóki skallar þetta aftur fyrir hornspyrna hinum megin frá. Og þá notar Einar, ekki það að KR-ingar fengi kannski mjög mörg dauðafæri, en þeir voru sterkari aðilinn hér í fyrri hálfleik. Einar Ingi dómari búinn að flauta til síðari hálfleiks hér á Meistaravöllum í Vesturbænum. Anton Ari lyftir honum hérna fram völlinn. Jómann með sendingunni inn á miðsvæði, Oliver síðan beint á Pablo, fær hann síðan aftur og í einhverju vandræðum með knöttinu, skulum renna hratt yfir liðin, byrjum á liði heimamanna. Það eru beitir í markinu, sjáum hvað Blikar ætla að gera hérna í öftustu línu. Gengur eitthvað aðeins erfilega þarna og Pálmi vinnur boltan, setur hann upp í hornið á Atla. Atli Sigurjóns með hann á hægri og kemur sér með sendingu sem að fer aftur fyrir endamörk og hún komi aftur inn á völlinn. Já, beitir í markinu, Kenny Tjópart, Arnór Sveinn, Aron Bjarki og Kristinn Jónsson í fjaramanna varnarlínu. Hér Kristinn Jónsson einmitt að vinna boltan. Kristinn keyrir á stað utan á Andra Jómann með sendingu hérna inn á nærsvæðið. Elvar gemst fyrir og hvað með síðan með sendingunni inn á miðsvæðið á Brynjólf. Já, maður næri ekkert að renna yfir liðin en þau eru aukaatriði. Brynjólfur keyrir hérna, nálgast vítategin, Pálmi til varna, kemur inn á völlinn, hann með Viktor Karl með sér, situr hann í fætur á Mikkelsen eða ætlaði sér það sem að gekk ekki. Pálmi Rapp, Finnur Orri og Pablo inn á miðsvæðinu, Atli Sigurjóns og Stefán Átni á köntunum og fremstur er Kristján Flóki Finnbogason. Lið Blika, þar er Anton Ari í markinu. Damir og Elvar eru hafsendar. Andri Jómann núna hægri bakkur og Daví Ingvars vinstri bakkur. Oliver Sigurjónsson og Viktor Karl inn á miðsvæðinu. Kvami Kí út í hægra megin, Höskuldur Gunnarsson vinstra megin og Brynjólfur Willumsson og Tómas Mikkelsen eru tveir fremstu menn gestana. Damir lyftir í áttan Mikkelsen. Mikkelsen skallar hann áfram, Brynjólfur missir aðeins að honum hana og Kristinn Jónsson setur hann hátt í loftu upp. Atli Sigurjóns með skallan. Þannig að Elvar og Tjópart út til hægri á Atla með mikið pláss hérna Atli Sigurjóns. Kristján Flóki að koma sér inn á tegin og Atli býður. Atli hótar að hann síðan með hægri og Höskuldur kemur í góða hjálpa vörnanda. Og síðan er bara markspyrna. Já, Einar Ingi var ekkert að flauta mikið þarna. Flautaði reyndar ekki neitt. Og hér er engin aukaspyrna heldur, Pablo leggur hann tilbaka á Kenny Tjópart með hann á vinstri. Kenny Tjópart af varnarmanni en beint á Anton Ara. Já, hann ætlar ekkert að flauta í seinni hálfleik. Þetta getur verið líflegt. Það er Viktor Karl. Já, hvað með? Hann leggur hann tilbaka á Andra Rafn Jómann. Jómann síðan með sendinguna fram, Brynjólfur tekur hlaupi hérna en næri ekki að teygja sig í að dempa boltan niður hérna og boltinn skoppar í fangi á beiti. Með fljótra kast út á Pablo. Aron Bjarki. Viktor Karl rennur hann að Stefán keyrir á stað en Oliver Sigurjónsson stöðvar hann. Setur hann síðan hér upp í horni hægra megin þar sem að Kvami fær hann í sóknarstöðu gegn Kristni Jónssoni. Tekur skærin sín hérna og reynir fyrirgjöfuna en þetta fer aftur fyrir endamörk frá Kvami Kí sem að biður hérna alla afsökunar á þessu. Aron Bjarki. Finnur Finn Orra. Sem lappar hann fram í Oliver. Ítróndur liðar á Stefán. Stefán síðan á Pablo. Pablo vill snúa á vinstri fótinn. Kristinn leggur á stað þarna en Stefán tekur snúningin í hináttina. Pálmi síðan með sendingun upp í hornið og fór þetta af Brynjólfi. Nei. Markspyrna, segir Einar.
Damir á Höskuld sem að mista hann langt frá sér en kom hann síðan á Davíð sem að mista hann út fyrir og Davíð potaði síðan boltanum hann lengra út fyrir og fær hérna orðið í eyra frá dómara leiksins. Bjarki með sendingunni hérna fram, Elvar Freyr Helgason fyrstur á vettvang. Smellir hún síðan hérna út til vinstri. Skemmtileg sending hérna Mikkelsen en það að framlengja á Höskuld. Höskuldur heldur þessu inn og Mikkelsen kemur þessu inn á teginn, kemur þessu inn og nær Höskuldur með sendinguna. Tómas Mikkelsen í stöngina og það fyrir boltinn í fangi á Beiti. Þetta sást til að langa leiðir þegar Höskuldur fékk hann þegar Mikkelsen tók hlaupið á nær. Hann að stýra honum hérna framhjá Beiti, smellur í stönginu og aftur síðan tilbaka til Beitis. Og þarna sluppu káringar heldur betur. Kristján Flóki í baráttunni við Elvar. Damir kemur þessu í burtu. Höskuldur með frábært tilþrif í móttökunni. Kemur sér með sendinguna, fær hann aftur frá Brynjóli og skilur hann aftur á Brynjól Willumsson. Hvað gerir Brynjól? Kominn inn á teginn. Hann með hann á hægri og setur hann fyrir en fer að varnarmanni aftur fyrir hornspyrna sem að Blikar eiga. Frábær móttaka hérna hjá Höskuldi Gunnlaugssoni, skildi Kenny Tjópart eftir og tók síðan tvöfaldan þrýrning við Brynjól. Endaði síðan með skoti sem að fór af held í Arnóri Sveini og aftur fyrir endamörk hornspyrna Blikar. Viktor Karl uttalaði í teiknum og skalla frá að Kristjáni Flóka. Allir káringar tilbaka og Oliver síðan smellir honum aftur út til vinstri á Viktor Karl. Hann með sendingunum á teginn, Beiti kemur út og kýlir þetta og heppinn þarna því að boltinn fór bara í Arnór Svein og dó síðan fyrir framan Beiti. Óskar Örn Hauksson sendur að hita. Bjarki lyftur hann fram, Kristján Flóki lærar hann hérna inn fyrir og Elvar á undan Finn Orra og skallar hann síðan út fyrir og faðmar hann aðeins enda fyrir samherjar. Stefán skilur Viktor Karl eftir hérna. Stefán sé með sendinguna, Kristján Flóki ekki flaggi fyrir ekki upp en fer upp á lokum og rangstaða þarna á Kristján Flóka Finnbogason. Damir lyftur honum hérna út til hægri. Kvami Kí fyrir lofti og vinnur skallan en Kristinn virðist að fengi eitthvað högg hérna á andlitið og leikurinn stöðvaður í kjölfarið. Kvami kurteis eins og menn eiga að vera. Við Kristinn hérna afsökunum á þessu óhappi. Og leikurinn kominn aftur í gang. Davíð setur hann í fyrsta hérna fram á við Arnór Sveinn og þá Kenny Tjópart. Laumar hann með frá línu hérna á Atli Sigurjónsson á flegiferðan með Pablo vinstra með við sig. Hann ætlar að fara sjálfur bara skoti í varnarmann og síðan er það Davíð sem að kemur þessu frá, kemur honum á Höskuld. Davíð lyftur honum síðan hann fram völlin, Pálmi skallar þetta í burtu, Pablo potar honum fram á við, beint á Davíð. Davíð kemur honum inn á völlin á Oliver. Oliver fram í fæturnar á Mikkelsen sem setur hann í fyrsta á Viktor. Og Viktor Karl lítur upp, setur hann síðan út til hægri á Kvame. Kvame síðan með fasta settingunum á teginn en Aron Bjarki setur þetta aftur fyrir endamörk hornspyrna Blikar. Réttaði bara 10 mínútur liðnar síðar á leik og Blikar eru ógnandi.
Davíð Ingvarsson sem að mætir hér á vettvang til þess að taka þessu hornspyrnu. Davíð með fasta inn á nærsvæðið og Kristján Flóki Atli nær síðan að koma honum í burtu. Pablo potarunum á Stefán. Stefán er stöðvaður á Oliver. Pablo tekur hann síðan niður á grassi og reynir að lyfta honum þetta fram. Blikarnir komast á milli. Kristján Flóki hins vegar lauma sér hann og stelur knettinum. Kristinn keyrir af stað. Og þetta er aukaspyrna og gult spjald. Það verður ekki deilt. Viktor Karl Einarsson fær hér gula spjaldið. Lendi þarna á eftir Kristni. Hann braut á svona tvisvar. Allavega tvisvar á honum. Viktor Karl Einarsson komin í leikbann. Safna spjöldum. Kenny Tjópart og Pablo Tjópart síðan með þess reynir bara skotið og þetta er yfir markið. Blikar mæta Valsmönnum í næstu umferð. Þetta greið Brynjólfur mjög vel. Sunnudaginn kemur Breiðablik Valur í Kópavoginum. Hér kemur þess að Davíð upp vinstra megin. Mikkelsen er að mæta hvað með ký á fjæri. Kristinn Jónsson setur hann aftur fyrir. KR hins vegar fyrir upp í Árbæ í Lautina. Fylkir KR sömuleiðis á sunnudaginn kemur einhver tilfinning sem að lagðist að mér að það hafi verið fleiri mörk skoruð í þessum leik. Góð tilfinning. Davíð aftur fast inn á nærsvæðið og aftur Kristján Flóki sem skallar frá. Stefán og Oliver tekur henni inn á völlin, missir hann aðeins frá sér en næra koma honum sem tilbaka á Andra Örn Jómann. Hann allarleið tilbaka á Anton. Höskuldur finnur sér pláss út í vinstra megin. Það er svo sannarlega ennþá líf í blikunum. Vantar ekkert upp á það. Höskuldur stekkur inn á völlin. Tilbaka á Davíð sem að skilja honum aftur á Höskuld. Höskuldur lítur upp og lyftur honum á fjær þar sem að Kvami var að koma en hann beitir, missir af honum hann. Reynda deind aukaspyrna á Tómas Mikkelsen. Sjáum við aftur hérna. Setur þetta hendur aðeins á axlir Beitis. Beitir spyrnir fram. Hvað með Ký með skallan. Pálmi lyftur hann fram á við. Elvar Freyr með skallan. Davíð Ingvar síðan tilbaka á Damir. Og Atli Sigurjónsson dæmdur brotlegur. Brynjólfur gerir þetta vel, skilur þarna Pálma eftir. Hvað ætlar hann svo að gera? Kemur sendingunni hérna fyrir aftan Mikkelsen. Hvað með Ký nær honum og reynir fyrirgjöfuna en fer af Kristni Jónssoni og aftur fyrir endamörk. Enn einn hornspyrna að Blika. Davíð Ingvarsson er eini örfætti leikmaðurinn í liði Blika held ég alveg örugglega. Aftur að fast inn á miðjan teginn og Tómas Mikkelsen bjargaði líklega bara á línu því að hann skallaði hann í þverslána. Ég er ekki frá því hann að vera á leiðinni bara inn, hann fór yfir Beiti sem var búinn að missa á honum.
Hér Pablo, setur hann að Atli í fyrsta en Oliver mættur hann á lokar þessu. Lyftur hann síðan á Höskuld. Höskuldur setur hann fram á við. Arnór Sveinn, Brynjólfur eltir hérna á fullri ferð. Arnór Sveinn gerir vel að halda þessu inn á. Kemur hann síðan á Atla. Atli inn á miðsvæðið á Pablo. Finnur Orri, hann reynar að búa sér til pláss hérna vinstra megin. Stefán losar sig frá Oliver og kemur hann á Atla. Fær hann síðan aftur. Káringar undirbúa skiptingu. Óskar Örn Hauksson að gera sig kláran. Finnur á Kristján Flóka. Atli með hann á vinstri hérna. Atli kemur inn á völlin og fyrir í skotið en í engu jafnvægi þegar hann fór í skotið og skotið vel yfir markið. Sjáum við hins vegar þegar Mikkelsen skallar hann í þverslána. Hann líklega ekki farið inn en það voru 2 blikar á bakvið hann sem voru tilbúinir að ítónum að þau við línuna. Hér Finnur Orri brotlegur og þá vill Rúnar Kristinsson gera þessa breytingu. Og það Atli Sigurjónsson sem að fer hér að velli. Og þá sýnist Óskar Örn Hauksson að fara bara á hægri kantinn. Fyrirliði Káringa Óskar Örn Hauksson kemur hér tekinn af velli í leikliði gegn Víkingum hér í síðasta leikur KR og byrjaði þennan leik á varamannabekknum. Hér hann strax komin í boltan. Blikar eru sömuleiðis að undirbúa skiptingu. Alexander Helgi Sigurðarsson hér að fá spjall við varamannabekkin frá Halldóri aðstoðarþjálfara. Alexander fæddur 1996. Virkilega góður fótboltamaður. Davíð lyftur honum hérna fram, Höskuldur fyrir loftið og boltinn dettur í átt af Mikkelsen. Finnur Orri kemst í boltan á undan honum og Arnór Sveinn síðan lyftur honum fram upp í hornið. Kristján Flóki kemur sér fram fyrir Damir og Kristján Flóki kemur með sendingun á teginn, þar er engin Káringur. Elvar hins vegar setur hann upp í loftið hérna, skemmtilegi tilburður hjá Elvari Frey. Skallar hann síðan fram völlinn. Og Pálmi kemur fram. Stefán reyna að pota þeim síðan hérna en Elvar Freyr síðan á undan Kristni sem að kemur sér fyrir hreinsunna og boltinn fyrir aftur fyrir Endamerk. Markspyrna frá marki Blika. Það er að 27 mínútur. Eru eftir. Þessi spilna frá Damir fer upp á stúkuna og skoppar líklega inn á Frostaskjól. Hér er skiptingin. Viktor Karl Einarsson kallaður hér að velli. Og Alexander Helgi Sigurðarsson kemur inn á í hans stað. Þriði leikurinn sem hann tekur í þátt í á þessu tímabili. Arnór með sendinguna, Kenny Tjópart heldur þessu inn á og Damir hann í baratunni við Óskar. Og Brynjólfur lyftur honum á Höskuld og Brynjólfur fellur síðan við og aukaspyrna dæmd á Pablo. Pirrar svona aðeins Blika að
Einar dómari hafa ekki lyft einu gulu spjaldi á KR-inga. Hún segist eins og vera KR-ingarnir hafa brotið vel í þessum leik ef að orða það þannig. Þeir hafa náða að stöðva margar sóknir Blika. Alexander hins vegar með slæma sendingu tilbaka. Kristján Flóki ákvað þarna bara að fara niður. Hann vissi að Elvar var að koma á fleygiferð og hvort hann rann eða hvort hann var að bíða bara eftir að fá snertingun í baki þarna. Misti í það minnsta klöttin. Finnur Orri gerir þetta vel. 2 helsendingar í röð og Óskar fær hann síðan. Óskar laumar honum á Stefán. Og þá leggur Kristinn af stað. Sendingin kemur en Kvami Kí vinnur vel tilbaka og er á undan Kristni í boltan. Þessi fyrir ekki út fyrir. Kvami leysir þetta mjög vel. Alexander síðan með skiptingur hérna. En þessi sending gengur ekki upp. Það sýnist KR-ingar verið undirbúið aðra skiptingu. Ægir Jarl Jónasson sem að er að gera sig kláran hér á varnarbekk KR-inga. Kristinn tekur hann síðan hérna af Stefáni. Gaman að fylgjast með Stefáni átna. Oliver og Elvar Freyr síðan með þessa sendingu fram en þessi endar hjá Beiti í markinu. Það er allir ennþá bara svona þess að hýta þetta við varamannabekkin. Bíða eftir að fá grænt ljós frá þjálfarateyminu. Brynjólfur. Kenny Tjópart setur hann í Brynjól aftur hérna og innkastið er KR-inga. Daniel Hafsteinsson að jafna fyrir FH í kriganum. FH 1, Fylkir 1. Staðan er ennþá markalaus á Hlíðarenda og Órvíkóvellinum. Það sem að Valur og Stjarnan eigast við fyrsti leikur Stjörnunnar í drikklangan tíma. Þessi fór ekki allir út fyrir. Kvame og Alexander. Oliver. KR-ingar koma sér allir hérna aftur fyrir knöttin. Verjast sem lið. Damir liftur hann hér og hér er Mikkelsen og Mikkelsen fellur hann. Brynjólfur kemst ekki í skoti. Mikkelsen fær hann aftur og fyrir niður. Engin vítaspyrna segir Einar dómari og KR-ingar hérna halda reiðilestur yfir Tómasi Mikkelsen. Kvame ætlar að keyra af stað hérna sjálfur en má ekki við marknum. Og hér er það Oliver. Þetta er að opnast allt saman hérna. Menn eru aðeins verið að þreytast og þá opnast hlutir, fleiri mistök og Höskuldur með fyrirgjöf hérna sem fór á varnarmanni held ég alveg örugglega. Hotspinna sem að Blikar eiga. Mikkelsen var bara skrefi og seitt hann í að ná til knattarins. Sjáum hérna þegar Mikkelsen fór fyrst niður og síðan hér aftur. Pálmi er hérna í baráttunum við hann og Pálmi er manna reiðastur síðan í kjölfarið. En hotspinna sem að Davíð Ingvarsson tekur. Lyftur hann á fjæri núna, Elvar þarf að bakka og þetta gengur ekki á Blikum. Þeir hann aftur yfir endamörk og þá ætla KR-ingar að gera sína aðra breytingu. Ægir Jarl Jónasson að koma hér inn á og það er Stefán Árni Geirsson sem að fer að velli. Skoraði fyrsta markið hér í kvöld strax á annarri mínútu eftir huggulegan innleik
og fyrsta mark hans í Pepsi Max-deildinni. Aron Bjarki með skallan hann frá 20 mínútur eftir. KR 2, Breiðablik 1. Hér í, skulum kalla þetta toppslag í Pepsi Max-deildinni. Blikar á toppnum þegar flautað var til leiks í kvöld. Finnur Orri gerir þetta vel, kemur hann með Óskar. Óskar Örn Hauksson kom með fyrirlapandi með utan fótar fyrirgjöf þarna sem að fóra af Elvari. Pálmi síðan með sendingun upp í hornið í áttina Kenny Choppart, en Davíð þetta með góða tæklingu. Óskar sett hann undan fótar þarna og Kristján Flóki var að koma á ferðinni. Elvar hins vegar náði að vera undan honum. Kenny, Óskar hérna, Óskar vinnur boltan, er með hann á vinstri. Óskar með skot sem að Anton Ari ver. Anton fljótur að koma honum í leik. Það var Alexander. Þannig Alexander rennur og þetta er ekki sá hann Oliver renna rétt áðan líka. Arnór Borg Guðjónsson að skora fyrsta mark sitt í Pepsi Max-deildinni. Kemur Fylkismönnum í forystu þegar 80 mínútur eftir í kriganum. Það er Ægir Jarl. Ægir með skiptingunum til hægri í áttina Kenny Choppart, en Davíð gerir þetta vel, kemst á milli og keyrir það fram völlinn. Pablo kemur að hjálpa, hér er Kenny Choppart og gerir það mjög vel. Pablo Puniet þarna leist úr þessu fyrir Kenny Choppart sem hafði engan kraft í að taka sprettinn þarna tilbaka. Óskar inn í skot hérna löngum færi, en þetta fyrir yfir markið. Höskuldur og tilbaka á Oliver. Oliver kemur honum hérna á Alexander. Elvar Freyr. Andri Alexander leggur undir hliðar á Oliver. Alexander lenti í meiðslum. Nú er rétt fyrir mót og væri búinn að spila meira. Það hefði ekki verið vegna meiðslana. Brynjólfur gerir þetta ágætlega. Það var Höskuldur, snýr hérna inn á völlin. Höskuldur Gunnlaugsson með sendingunni á teginn ætluð Mikkelsen, en beitir yfir í markinu. Kristinn Steindórsson að koma inn á hjá Blikum. Ægir Jarl. Fyrsta snerting hjá Kristni. Utan vallar reyndar. Kristinn Jónsson kastar honum að Pablo. Þessi fór af Elvari, þannig að Elvar setur hann tilbaka hér á Anton Ara, og Anton Ari þarna að teygja síðan á hann að Elvar þrjumar honum fram völlin. Beitir síðan, lyftur hann fram. Óskar fer í loftið og feikilega öflugur skallamaður Óskar Örn Hauksson. Anton með sendinguna beint á Pablo sem að lasa þetta. Pablo kemur með Óskar. Óskar fer í skotið, allar að smyrja hann í fjær horni, en yfir markið. Þá er Andri Rafn Jómann að fara að velli. Nú höfður að fara í 3 manna varnarlínu.
Hér Blikar þá. Kristinn Steindórsson með 3 mörk í Pepsi Max deildinni. 2 í bikarnum. Þá Davíð orðinn 1-3 hafsenda þarna með Elvari Frey og Dami. Aukaspyrna dæmt. Kemur sendingin upp í hornið en gengur ekki á káringum. Höskuldur. Þannig að Alexander hérna hægra megin við sig. Og Kvami Kí enn lengra. Kemur síðan með sendinguna fyrir í hælinn á Alexander. Kristinn Jónsson hann er að poti þetta og vingar sem að K er á. Helt ég. Já. Fór í höndina á Oliver en ekki dæmt. Oliver kemur með Alexander og Höskuldur hér tilbaka á Davíð. Anton færir hann sín yfir á Damir og Damir leikur hér á Ægir Jarl. Kemur hann fram á Brynjólf. Oliver setur hann blint hérna út til vinstri en Kenny Tjópart er búinn að átta sig á hættunni og skallar þetta út fyrir. 13 mínútur eftir. Blikar að leita að jöfnunarmarkinu og KR-ingar að leita að markinu sem myndi líklega klára leikinn. Hér Pálmi Rapp dæmdur brotlegur. Og menn hérna aðeins að kýtast. Elvar Freyr hérna spyr hvort hann megi fara fram á völlinn og virðist fá grænt ljós fyrir því. Oliver allan eins og að taka þetta. Og hann reynir skot hérna og beitir í vandræðum, missir hann frá sig, hann hyrðir hann í annari tilraun þarna áður en að Kristinn Steindórsson nær að komast í boltann. Þetta var fín tilraun hjá Oliver, nær hérna kraft í þetta. Boltinn virtist vera svona í fyrstu á leiðinu yfir en síðan stakk hann sig niður í átt að markinu. Damir sendinguna fram. Arnór Sveit skallar þetta í burtu. Óskar reynir að taka hann þetta niður, missa hann aðeins frá sér og það koma blikarnir. Brynjólfur kemur inn á völlinn með sendinguna á Alexander. Alexander í fyrsta fram á því en nær ekki að finna Kristinn. KR-ingar vinna hann og Pablo á að fá hann aftur hérna frá Óskari en Alexander vinnur vel tilbaka og vinnur boltan aftur. Pablo vinnur hann hins vegar og Kristján Flóki var þarna fyrir innan, þannig að ef að sendingin hefði verið í lagi frá Pablo þá flaggi fara á loft. Hér skrítin sending frá Davíð. Kristján Flóki, það var Ægir Jarl. Kristinn Jónsson að koma og Kristinn Jónsson fær hann. Kristján Flóki að koma, sér Kristinn Jónsson það. Hann kemur við sendinguna tilbaka hérna. Pablo með baki í markið. Rólegur á boltanum Pablo Puniet. Nála Kristinn. Hann spila bara sín á milli. Tíu mínútur.
Káringarnir bara að halda boltanum í rólegheitum hérna. Og kemur sendingin á Ægi Jarl. Elvar hérna grípur utan hann og brýtur á honum. Klaufarlegt hérna hjá Elvari Frey. Sjáum hvað setur nú. Sýnist KR alltaf setja Finn Tómas hér inn á síðustu mínúturnar. Finnur Tómas Pálmason. Pablo leggur hann út hér á Kenny Choppart og Kenny Choppart með skot í Kwame Gee og aftur fyrir hornspyrna. Já, hann gruna ég Rúnar Kristinsson að alltaf setja bara í þriggja hafsetakerfi hér síðustu mínúturnar til þess að reyna að þétta ræðurnar og halda þetta út. Kenny Choppart inn á nærsvæðið, Aron Bjarki lætur hann að fara. Alexander Helgi fær hann sko og þrjumálum út til vinstri áttuna Kristni Steindórsssyni sem að skallar hann fram á við. Arnór Sveinn hins vegar skallar hann síðan tilbaka á beiti. Finnur Orri í mikilli baráttu og vinnur boltið hérna löglega mati dómarans. Og Kenny á Pablo. Pablo fyrir í skotið. Pablo Puniet hamrar boltan í neti hér á löngu færi og kemur KR-ingum í 2 marka forystu. Frábært skot frá Pablo með eitraðan vinstri fót. Gerir annað mark sitt á þessari leiktíð. KR 3, Breiðablik 1. Og þetta ætti að fara langleiðina með það fyrir KR-inga. Finnur Tómas að koma hér inn á en sjáum marki aftur. Pablo smellur honum út við stöng. Anton Ari náði eilítið að snerta hann. Það dugar eins og ekki til. Nei, ég held að snertar ekki neitt. Og það er Pálmi Rapp Pálmason sem virðist vera að fara hér að velli. Og Finnur Tómas Pálmason kominn aftur. Meiddist í fyrstu umferðinni gegn Val, Finnur Tómas. Það hefur verið frá síðan. Höskuldurinn á teiknum fer af Kenny Choppart og aftur fyrir endamörk. Besti ungi leikmaðurinn á síðustu leiktíð, Finnur Tómas. Og eftir að hann eignaði sér stöðuna í hjarta varnarina ásamt Arnóri Sveini á síðustu leiktíð þá var lítið sem fór í gegnum þá. Pilta. Höskuldur. Þessi hár uttalega í teiknum. Elvar í baráttunni í loftinu. Pablo tekur hann niður og Alexander Helgi tilbaka á Oliver. Oliver aftur á Alexander og sendingin ákveðin á Kristinn Steindórsson sem reynir fyrirgjöfuna en Finnur Orri kemst fyrir. Alexander reynir fyrirgjöfuna, Kristinn kemst fyrir, Alexander eins og vinnur hann aftur, Kwame tilbaka á Damir, Damir í fætur á Brynjólu og Brynjólu laumar hann aftur hérna í áttina Kwame en Finnur Tómas kemst fyrir og setur hann síðan út fyrir hliðarlínu. 5,5 mínúta eftir hér á Meistaravöllum. KR-ingar með þetta í hendi sér þessi 3 stig sem voru í boði í kvöld. Davíð Óskar kemst fyrir, Kristján Flóki skallar hann síðan fram á við, Elvar síðan til hliðar á Davíð og Davíð ákveður að fara hérna í skot fyrir að varnarmanni og aftur fyrir hornspyrna.
en það markalaust á Órigóvellinum. Fylkir 2-1 yfir þegar 4 mínútur eftir í kriganum. Davíð först sendingin inn á nærsvæðið en Kristján Flóki skallar enn eitt boltan frá að nærsvæðinu. Kristinn Steindórsson leitar hér að samherjum, smellir hún út til hægri, fín sending á Damir. Damir reynir hann í fyrsta, fær hann síðan aftur og lyftir hún hérna inn á teginn, skallar frá að Arnóri Sveini. Kristján Flóki síðan, Ægir Jarl potar hún hérna tilbaka, ára Óskar, Pablo og Pablo settur undir pressu hérna og tapaði boltanum. Damir eitthvað orðinn haltur hérna og tapaði boltanum, liggur hérna og eins og hann fengi eitthvað í náran. Virkar í það minnst ekki 100%. Kristinn og Káringar halda áfram að setja press á þá. Nú er Davíð stekkur þarna frá Kristjáni og Kenneth Choppart mætur í pressuna. Óskar Örn. Óskar setur hann út í vinstri á Kristinn Jónsson. Ægir Jarl. Anton Ari setur hann í fætur á Oliver. Hér kemur Kenny Choppart sér bara frammi á þeim og kom sér framfyrir og síðan ætlaði hann að henda sér bara á milli þeirra en gekk ekki og dæmdur brotlegur í kjölfarið. Oliver lyftir hún yfir til vinstri. Höskuldur þannig í skallaðinvi og Óskar Örn búinn að vinna hann. Fekk hann boltan líklega aðeins í magan. Óskar Örn Hauksson óþægilegt og Kenny Choppart setur hann út fyrir hana þannig að Óskar geti jafnað sig. Blikar skila boltanum ekki tilbaka hérna sem að perjaði Káringa. Hér fer Brynjólfur Vilhjálmsson með takkan og undan sér og er hér að fá gula spjaldið og hér brjótast út smávægilegar óeirðir í kjölfarið. Bóas með rauðaspjaldið allan að klárt þarna í bakgrunni en sýndist Einar Ingi dómari vera búinn að rífa upp gula spjaldið. Heldur því í hægri hönd sinni. Gaman að sjá þetta aftur. Hérna Brynjólfur í tæklinguna. Þetta sé bara rétt ákvörðun hjá Einari dómara, gult spjald og málið dautt. Síðasta mínútan á mínútunum 90 runninu. Það var ekki bætt við sekundu hér í fyrri hálfleiknum. Það hafði hins vegar verið skiptingar og fleira til hér í síðari hálfleik. Hvað með kemur hann á Brynjólfsson sem missir hann frá sér. Það var Pablo og Finnur Orri á Kristinn Jónsson. Ægir biður hann á bakvið en sendi ekki fyrir síðan í bakið á Ægi og út fyrir.
3 mínútum bætt við. Damir alltaf að setja henni fætur og Alexander gekk ekki. Núna Eiri Jarl potar hún með til hliðar á Kristján Flóka, hann tilbaka, ætlaði Finn Orra hérna en Brynjólfur hins vegar vann hann og Kristján Flóki vinnur tilbaka hérna til að hjálpa til í varnarleiknum eftir þetta og þetta fer af hverjum? Brynjólfi Vilhelmsssyni og aftur fyrir endamörk. Kristinn og Damir hérna. Kristján Flóki missir hann síðan frá sér. Það eru margir þreyttir fætur hér inn á þessa stundina. Þetta álagið verið mikið og minnkar ekkert. Oliver og Brynjólfur. Brynjólfur lyftur hann hérna fram á þau en Kenny Tjóppart á réttum stað og Finnur Orri. Hann leist úr þessu. Kristinn síðan hér á Ægi og setur hann aftur á Kristinn og Kristinn gerir þetta vel og síðan er aðeins svo mikið. Kwame Key leggur í hann og Oliver Kristinn Steindórsson með plássið út í herramegin og fær boltan í fyrirgjöfastuðu og kemur sendingun á teginn sem er skölluð frá. Finnur Tómas sáum það. Kristinn reynir aftur, lyftur honum hérna inn á teginn og Aron Bjarki hérna með skallan. Það var Mikkelsen. Mikkelsen mistir eins og að boltan frá sér og Óskar Örn þrumar þessu í burtu. Kristján Flóki reynir að taka niður og Damir setur hann allavega tilbaka á Anton. Hálf mínúta eftir af uppbótartímanum og þessi sending síðan frá Davíð fer út fyrir